Heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í heilsumóla dagsins. Í dag langar mig að segja ykkur frá efninu astaxantín. En ég í samstarfi við heilsuhilluna og heilsuvara mánaðarins hjá heilsuhillunni og heilsuerlu einmitt astaxantín. Og þess vegna langaði mig bara svolítið að segja ykkur frá þessu að því ég hef sjálf mjög góða reynslu af þessu efni. Astaxantínið sem þau með frá Algalíf sem íslensk framleiðsla og þetta unnið úr þörungum. Astaxantín sem náttúrulegt andoxunarefni og ekki bara hvaða andoxunarefni sem þetta eitt öflugasta sem við þekkjum og það tilheyrir hópi efna sem kallast karóteníóíðar, eitthvað svoleiðis og eins og beta-karotín sem við þekkjum úr gulrótum til dæmis, en astaxantín alltaf 600 sinnum öflugra en C-vitamin þegar kemur að því að vinna gegn oxunarálagi í líkamanum. En hvar finnum við astaxantín? Jú, þetta nefnilega efnið sem gefur laxinum, rækjunum, flamingofuglunum og fleiri sinn bleika lit. Og þeir sem hafa séð astaxantín, þetta alveg svona skærrautt og þetta yfirleitt í svona svörtum hilkjum að því að sólin má ekki komast að og þess vegna þetta í svona dökkum og umbúðina líka hana. En astaxantín það hefur sýnt sig í rannsóknum að það styður við húðheilsu bæði gegn sólarskemmdum og öldrun húðarinnar og ég get nú sagt bara af persónlegri reynslu að ég tók þátt í rannsókn fyrir nokkrum árum og ég og bróður minn að því að á Íslandi frekar algengt að við séum með það sem heitir keratosis pilaris sem svona litlar hvíta bólur hérna upphandleggnum til dæmis og sem fótt í kinnarnar eða lærin og þetta bara, þetta ættgengt og ég tók þátt í rannsókn sem sagt sem vorum að taka inn fæðubót sem innihélt meðal annars astaxantín og það sem gerðist, sem var svona gleðileg aukaverkun, var að það sumar, eftir ég var búin að taka þetta í hálft ár astaxantín, ég hef aldrei orðið ég brún og ég brann ekki neitt. Auðvitað passa ég alltaf sólvörnina líka, en þá kynntist ég þessu efni og ég búin að taka þetta mjög reglulega af og til í nokkur ár sem sagt. En þetta bæti líka teygjanleika húðarinnar, getur dregið úr hrukkum og eins og ég sagði áðan verndað gegn skemmdum af völdum útfjólublárar geislunar, bæði innanfrá og út. Astaxantín hefur líka sýnt í rannsóknum að það getur aukið heilbrigði augna eða augnheilsu eða hvernig maður á að kalla það. En astaxantínið fer yfir blóðsjónhimnu þröskuldin og getur hjálpa til við að vernda augun gegn oxunaskemmdum og hugsanlega bætt sjónskerpu og dregið úr augnþreytu. Astaxantín veitir líka stuðning við heila og hugræna virkni og vegna getur þess til að fara yfir heilaþröskuldin þá getur það hjálpa til við að vernda heilafrumur, draga úr taugabólgu og styðja hugræna virkni. Og svo það hjartaheilsa, en astaxantín styður við hjarta- og æðakerfið með því að draga úr oxunarskemmdum á æðum og lækka eða minnka bólgur. Íþróttafólk getur fundið mun á bara bættri orku og úthaldi og þetta vinsælt meðal íþróttafólks, getur með að segja minnka harðspörur. En íþróttamenn nota oft astaxantín til þess að draga úr vöðvaþreytu og auka þrek og stuðla að hraðari bata eftir æfingar og það eru kannski svolítið þessar harðspörur sem þau finna þá minnkaðar. Og að lokum þá getur astaxantín haft bólgueyðandi áhrif með því að draga úr bólgum allan líkamann sem lykilatriði í stjórnun langvinnra sjúkdóma og bættri ónæmisstarfsemi. En hverjir ættu að íhuga það að taka astaxantín? Ef þú ert mikið í sól, vinnur undir álagi, stundar íþróttir eða einfaldlega bara vilt bæta heilsuna, þá getur astaxantín verið frábær viðbót. En auðvitað eins og alltaf með fæðubótaefni, þá mikilvægt að skoða gæði vörunar og ráðfara sig, jafnvel við heilbrigðisstarfsfólk, ef maður með eitthvað undirliggjandi ástand. En ég veit allavega að vörurnar, astaxantín frá Algalíf framleitt bara hérna á Íslandi undir bara ströngu eftirliti og gæðastaðlar. Ráðlagður dagskammtur fyrir almenna heilsu
4 til 6 milligram á dag, fyrir húð, augu og liði 6 til 12 milligram á dag og fyrir íþrótta árangur og minnka bólgur alltaf 12 milligram á dag. Athugið að þetta fituleysanlegt bætiefni, þannig að það þarf að taka það inn með máltíð sem inniheldur holla fitu, til dæmis avokado, ólífuolíu eða eitthvað fleira til þess að auka upptöku efnisins. En þetta eru ráðleggingar sem ég fann á netinu og auðvitað þarf alltaf að hlusta á einn líkama, að hafa varan á og ekki trúa öllu sem þið heyrið. Sama hver þið heyrið það, hvort sem það frá mér eða öðrum, takið bara öllu með gagnrýni hugsun og spyrjið hvort þetta hendi fyrir ykkur. Astaxanthin eitt af þessum náttúrulegu undraefnum sem sýnir okkur hvað náttúran getur verið öflug. Og ef þú ert að leita litlum hlut eða efni sem getur haft mikil áhrif á þína heilsu, þá gæti astaxanthin svo sannarlega vel verið þess verði að kynna sér nánar. En mér langar að enda bara því að þakka þér fyrir að hlusta á heilsumóla dagsins og ef að þú vilt fræðast meira astaxanthin og vörurnar frá Algalíf, þá getur þú kíkt bara á algalíf.is og líka á artasan.is sem samstarfsaðili minn, Heilsuhillan, og þar sérðu allar vörur sem þau bjóða upp á. En ég segi þá bara þangað til næst, hugsaðu vel um þig og hafðu það alveg svakalega gott.